Svo fyndið sko, veist, hérna Bruce Willis sko, hérna krössið hjá konunum minni sko. Æ. Hún elskar dicks. Ha. Nei. Svona fávita dicks. TikTok-vídeó. Nei. Halló. Góðan og gutt fallegan daginn. Góðan daginn, hvað segið þið? Rosa fínt. Wow, þetta var you just got cued in. Við erum með Þröst með okkur í dag. Þröstur með okkur í dag, Davíð að gera eitthvað annað. Hann er dáinn. Hann er dáinn. Halló. Hann er dáinn að innan. Nei. Hann er bara að gera eitthvað annað. Já. Hann að Þröstur kom og stepped up. Halló. Herru, ég ætla bara að segja hérna skáldrengir. Skál. Ég ætla að gera líka betur. Gerð þú fyrst. Já, ok. Og hérna. Skál. Skál, ding, 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 ding. Ég er ekki með svona eins og þið. Nei, þú ert með svona snoppglas og búblur. Búblur og bjór undir nafni. Auðvitað. Herri, tókuðu eftir daginn. Ég ætla að spyrja ykkur. Já. Bara svona, fara í einhverja, veit ég, aðeins spyrja ykkur. Ok, hvað er með það? Já, ok. Herri, sáu þið hérna nýja Jaguar logoið? Já. Logoið, nei ég sá ekki logoið, ég sá auglýsinguna, ég tók ekkert eftir logoinu. Nei, þeir eru búin að breyta því. Breyttu logoinu. Þeir tóku Jaguarinn burt. Hvað kom í stað? Og þeir kom nýtt letur. Nýtt letur sem er sko svona gætt mikið bil á milli. Jaguar. Jesus. En þetta er sko, ég sá einhverja greinum þetta er það sem að það er öll fyrirtæki að þessu núna hægt og rólega að skiptum logo eða breyta því. Það er alltaf holdt að skipta svona nútíma væða. Já, en það er allir á leiðin einhvern veginn í sömu áttina. Sáu þið auglýsinguna? Já. Ok, auglýsingin, það var ekki verið að auglýsa neitt. Var verið að auglýsa bílinn eða eru þau með föt núna eða töskur eða hvað? Hvað voru þau að auglýsa? Því að Ég sá að Elon Musk vinur minn það gæði sem ég þól ekki í dag mér varst hann kúlið einu sinni hann kommentaði mitt á Twitter miðlinum sínum X eða whatever X-inu hann setti mynd af logoinu og svo do you sell cars? Já. Nei, ég fór mitt að spá hvort þetta var sko málingafötur sem þau var að fara að selja. Já. Þetta var svo asnalega litri. Já, en það er öll fyrirtæki leiðin sem átt. Þú veist, ég sá eitthvað graf yfir fyrirtæki sem hafa verið að breyta logoinu og það er einhvern veginn allir að fara í mjög svipað letur. Já, en þegar þú ert með, veist, svona eins og Jaguar, þetta er bara luxus og veist, þú sérð Jaguarinn, þetta er köttin hana, bara geðveikt. Jaguar, þetta er ekki köttur. Tæknilega er þetta köttur. Technically. Kattar fjölskyldunni. Já, sko. It's a feline. Allar, það sem ég var að hugsa allir sem eru að kaupa Jaguar eru miðaldra kallmenn 90% af þeim. Gráða fiðringurinn. Já. Og þú kemur út með þessa auglýsingu allir bara þú ert ekki að auglýsa þetta til markhópsins þíns. Það er bara þetta er svona Bud Light Bud Light again, sko. Já. En mér sem finnst með svona bílategundir í dag þú veist, ég meina okkur Jaguar er búið að vera around lengi og flott og allt það Tesla er búið að vera núna nokkuð tíma around og það eiga bara allir Tesla sko. Já. En hafið þið séð ekki þú ekki við reyndar, engin hendin reyndar en hafið þið séð BID bílana B-U-S-L-I-D Bid. Vitið þið hvað stendur fyrir? Þessi bílar eru orðnir maður er fann að taka eftir þeim á götunni sko, þetta eru rafmagnsbílar. Þetta er svona að reyna einhverja samkeppni við Tesla. Þetta stendur fyrir Build Your Dreams. En bílarnir sumir mjög flottir sko, en gott, ég veit það ekki. Það er ekki komið reynsla á Íslandi Þetta er svona var þetta ekki 2005 sko. 2005, það er það sem við ætlum að tala um í dag. Hvernig bíl átti þið 2005, munið þið það?
Daihatsu Charade Toyota Corolla 89 Twin Cam. Varstu ennþá á honum þá? Ég keypti honum af Davíð. Já, en god damn, það var 2005 sko. Hæ? Ég er að reyna að muna, ég er búin að eiga svo ógeðslega marga bíla. Ég átti Nei. Manstu bílinn sem ég klestukerði? Klestukerðir? 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 Hvað sagði ég? Klestukerðir? Æ, veist bear with me hérna. Ok. Komin í glas. Hvern er það? Sem ég spreyjaði svartan. Hvað er að mér? Nei, ég man ekki hvað bíl það var. Þetta er svona lítill bíl. Það var svona kúkabrúð og ég keypti spreyjaðar og spreyjaðan svartan og við klestukerðum hann. Klestukerðum? Ég sagði þetta aftur, klestukerðum. Já, þú klestir á og ok, byrjum á því. Ég man ekki neitt, þannig að mjög skrítið að ég sé að fara yfir ykkur eldri ár. En ég held að ég hafði á þessu tíma. Manst þú eitthvað eftir einhverju? 2005? Já. Nei, ég þarf að rifja upp fyrst þarf ég að reikna hvað ég er gamall þá. Svo þarf ég að reyna að tengja eitthvað hluti 23. Og 23. Ok, þá vorum við nýbúin að kaupa íbúðina í Hafnarfirði og þá vorum við að keyra Volkswagen Polo, grænan og sem notabenni meðan við áttum hann, þá var keyrt á hann, við keyrðum aldrei á, það var keyrt á hann 7 sinnum. Og klestu keyrt á hann? Það var klestu keyrt. Það er svo miklu fáiðar sko. 7 sinnum? 7 sinnum og við fórum alltaf á sama réttingaverstæði og þeir eru farin bara að hlæja sko. Það er bara velkomin aftur. Og þú átt að segja það var keyrt á okkur Já, ég meina við þurftum aldrei að borga neinn tjón sko. Já, ok. En pældi í hvað þröstur er miklu fullorðna heldur en við. Við vorum bara við vorum með, keyptum íbúð. Ég bjó heima hjá mömmu. Já, ég bjó heima líka og við vorum að taka fyrirfram til að geta drukkið og vinnunni. Jeez. Þetta var sko Þröstuð, you blossomed before us. Og var einmitt 2005 var einmitt held ég svakalegt partí heima hjá mömmu. Já. Ég man eftir því. Sko, ég tók þátt í Herra Ísland 2005 fyrir 20 árum og ég svona fór backstage nýbúin að trúlofast konunni upp á sviði sko. By the way, hún hataði það. Hún vill ekki athygli en ég var alveg bara allir að horfa á mig. Ógeðslega leiðilega sko. Þetta proposal var bara fyrir mig sko. Já. Allavega, ég fyrir baksviðs og fer til allir strákana bara, partí heima mér bara nánustu og náttúrulega brottvæði full. Þetta er bara einn versta hugmynd sem þú fengið. Ég var hann þetta kvöld og ég var bara nei. Ég bara nátt ekki svona. Þetta var fólkislega flott hjá honum. Já. Ekki partíð heima, það var ekki flott. Ég var alveg bara nánustu og ég var ekki að fatta að það er enginn að fara að koma og horfa á Herra Ísland nema þú þekkir einhvern sem eru að keppa svo að allir buðu öllum Broadway. Já, allt Broadway kom hindi Birkis. Það var tröflan. Enda líka bara þannig að sko ég þurfti að hringja á lögguna bara því að ég sá aðstöðuna. Herðu, það var sjúklega fyndið. Svo kom löggan. Alltaf að segja frá því. Já, herðu, löggan kemur og ég er ekki aðna úti fá með síkó þegar ég reykti þessum tíma sko og það var einn annar keppa þarna úti. Nei, síðan kemur 2 konur. Hver með hans löggur? Já, konur. Ég var bara útskýrð að þær voru löggunar. Já, ekki bara random konur. Nei. Herðu, og það er alveg, ertu eigandinn? Ég hefði, já, auðvitað. Komið inn og það vorum sko, upp við vegginn. Það var svo tróðið hann. Það var svo pakkað hann inni, sko. Herðu, og við vorum svona, stoppuðum þar alveg bara, herðu, við þurfum að, þetta freka mikið af fólki. Sér kemur sko, vorum við að móti hurðinni hjá klóstinu. Hún opnast, þá er eitt keppandinn hann inni. Hvítur nefið, koma út með 2 gellur og hann bara strippararnir eru mættir og tala löggunar og allt húsi bara það er alveg sko í talstöðuna já, liðsaukatak þetta var svakari sko. Það var ekkit annað í stöðunum að hringja lögguna, þetta var out of hand sko. 23
Já, en þú veist Mér var drullu saman heiminn sko Nei, þú komst í minn Við erum svona lesinni Nei. Akkur hindi ég lögguna Þetta er því að þú áttir heima þarna líka sko Þú varst að passa upp á kallinn Já. Þú varst í öðrum heimi Nýbúin að tapa herra Ísland Moving on Veitir hvað gerðist líka 2005? Hvað gerðist? Herðu, How I Met Your Mother var frumsýnt Nú, byrjuðu þeir þá Þetta er svo Þetta sem gengur allt og lengi sko. Já, fyrsta serían og uppið 30 var góð Hver einasta fokkið þætti You wanna know How I Met Your Mother Svo kemur það bara aldrei fyrir bara í 80. seríu eða eitthvað Og hún bara dó Spoiler, right? Spoiler En þú veist, þetta er samt svo lame Þetta voru fínir þættir sko, en Í smástund Fyrir utan Ted sem var vælandi í hverjum einasta þætti Ted var Ross Við förum bara yfir þetta Já, það er eiginlega Barney var Joey Já. Barney var bara Predator Marshall var bara Marshall var bara leiðilegur Chandler sko Já, en hann var samt Jason Segel er æðislegur leikari Alltaf leiði bara Hann var góður hérna í fyrstu 3 ár síðan bara var hann leiðileg sko. Robin var Jennifer Aniston típan Rachel sko The hot one Herru, hún var eins heit og hún er Já. Í þáttunum Smolder síðan kemur sko J-Lo inn í þáttinn þetta var einhver þáttur þarna okay. þá var Robin bara ljót miða við Jú, við hliðin á J-Lo Já. J-Lo er náttúrulega óbúslega myndaleg sko gæðislega fyndi, maður var alltaf bara djöfull er Robin heit maður sem kemur J-Lo, maður djöfull er Robin bara venjuleg Hún er náttúrulega geislandi sko. En þú þarft að hafa, þú veist, þegar þú ferð í Hollywood þú þarft að hafa eitthvað svona flott nafn þú veist, Matt Damon eða þú veist Matt Damon eða þú veist, eitthvað svona töff nafn skilur við en svo kemur hérna Robin PM eins og þurftu að segja Kobe Smulders þetta er ömulegt nafn þetta er mjög lélegt nafn sko Þetta er ræðilegt þegar ég tók yfir hérna sko ég tók eiginlega bara svona viðburði 2005 og ég tók hérna hverju giftu sig 2005 svona celebrities og ég renni við það hverju giftu sig? Já. Ég til í eitthvað jákvæmt hverju gengu alltarið 2005 Herðu, Donald Trump giftist Melania Trump 2005 Djöld sér hún eftir því núna maður Hlýtur að vera. Nei Hún á nógu penningum Herru, Karl Bretaprins eða núna konungur hann giftist fram í haldinu sínu Camilla Parker Bowles Nei, hún trúlofaðist Nei, þau trúlegust og giftist á sama árinu sko. Þau eru ekki svo þú og kona en trúlega okkur fyrir 300 árum og ennþá eftir að gera allt sko. Við erum hættir að tala um þetta Herðu, Heidi Klum og Seal gifta sig Nei, herðu, en maður getur farið tilbaka og sagt bara, herðu, þetta er mun enda hjá okkur En hvenær skildu þau? Hver? Heidi Klum og Seal Það kemur Ég var að finna þú að myndi segja Trump Ég er ekki með, það var ekki 2005 allavega Það var ekki 2005, Nei. við erum bara að tala um 2005 Við erum bara að tala um 2005 Sorry Hérna, herðu Renee Zellweger giftist að nobody Giftist hérna Steinari Bjarnarssyni húsasmiðinni Já, flott Einhverju svoleiðis gæja Hver? Renee Zellweger Renee Me, Myself and Irene Jones? Já, sem verðst lítur út fyrir að vera alltaf að borða sítrón Já, alltaf nýbúin að borða sítrónu Nákvæmlega Hún er með svona hamsturkinnar eins og hún sé Já, búin að borða sítrón Herðu, Alicia Silverstone, Miss Clueless Giftið sig Michael Owen, vinur þinn Birkir Hann giftist æskostinu sinni Hann er hættur að spila fótboltabæði með Liverpool Bara þú vitur að því Michael Owen? Já, ha? Í alvöru? What? Allavega Hann vissi ekki Michael Owen er Jú, hafið ykkur Herðu Staka, nú kemur bomba Nei Boom Oh my Herðu. god Bennifer 2 verður til Bennifer 2 Já, Ben Affleck og Jennifer Garner Hann er alltaf búin að vera hann með J-Lo áður sko. Bennifer 2 Boom Hann og Jennifer Garner hann er búin að deyta Jennifer Lopez og giftist henni, þú veist, síðan 2022 þau eru náttúrulega skilin núna Við erum bara að tala um 2005 hérna, sko Ég er að tengja í Bennifer 1 maður Herru, Lennox Lewis giftið sig Sandra Bullock, Sögurni Killers Brenda Flowers, geggja töffari Mormoni, geggja mormoni Robert Downey Jr. giftið sig Robert Downey Jr. Já. Hann er ennþá með konunni Já. Peter Andre og Katie Price a.k.a. Jordan þau gifta sig Herði Peter Andre maður 8-pakkin maður Hvernig var lagið þarna munið það? Var ekki Mysterious Girl? Já, Mysterious Girl
I wanna make love to you. Herðu, það eru fjórir einu viðbót. Ashton Kutcher og Demi Moore gifta sér 2005. Það var sko úlingsdraumur minn sko. Já, hefur þið séð striptease? Já. Þú veist. Hefur þið séð G.I. Jane? Pass. Ég vil hann að frekar á striptease. Já, same. Herðu, Christina Aguilera Get manly. Já, uppáldaðar spiskis. Christina Aguilera giftist líka. Marilyn Manson giftist Dita Von Teese, hann að tattoo-gælunni. Já, þau eru búinn. Þau eru það lengur búið. Jesus. Og Matt Damon hann giftist sig líka. Þannig að þetta voru þeir sem að giftu sig. Ég er svo með skilnaði, þeir eru mjög fáir og ég hlöp í þá strax. Nei. Tökum þar réttu eftir sko. Skilnaði 2005, það er sjokkar. Maður sé að þú tókst hérna Prince Charles hérna. Herru, YouTube, það kom á sviðið. YouTube kom á sviðið 2005. Rétt. Þetta var bara svolítið stórt ár. Já. En við vorum byrjað sko á YouTube 2006 held ég. Já. Við vorum mjög snemma og ég fattaði ekki einu sinni sko. Við vorum mjög snemma. En af hverju eru við ekki svo Mr. Beast þá? Út af því við hættum. Já, út af því sko 2005 var nánast seinasta ári sem við vorum að taka upp þarna. Mér finnst það nei, alls ekki. Jú? 2008. Mér finnst það magnað. Já, ég sagði nánast. Já, nánast, ok. Mér er svo magnað með hérna gaurinn sem Mr. Beast að þetta byrjaði alltaf því að hann var að segja, þú veist, Logan Paul 10.000 sinnum eða eitthvað. Þú veist, what the fuck? Já, Logan Paul var það ekki. Já, ég veit ekkert hvað það var. Þetta var bara svona, hann var að telja upp eitthvað, þú veist, hversu oft hann geti sagt eitthvað. Nei, hann var að telja upp að 100.000 eða miljón eða eitthvað svolítið sko. Já, þetta var eitthvað svona og svo fór hann í eitthvað svona nafna sitt og eitthvað, en þú veist, hversu stór var hann að þessu? Bara rugl, sko. Hann er huge og þetta er ógeðslega flott hjá hann. Ég kom með ógeð á honum, sko. Hann er bara að gera rosalega góða hluti. Hann er að gera mikið fyrir utan YouTube. Já, en á YouTube hann er að gera mikið. En á þessu tíma og þetta er allt orðið eins. Hann er að drekja nafninu sínu, sko. Já. Herru, veistu hvað gerðist? Á þessum degi. Michael Jackson, saklaus. Bullshit. Hann borgaði vel fyrir það. Hann fór í réttarhöldin og nú getum við talað um þetta af því að Davíð er ekki hérna, herra Michael Jackson er ósnertanlegur. Hann var barnaperi. Ég ætla bara að segja hreint og beint. Ekki samkvæmt réttarkerfinu. Nei, ekki samkvæmt. Money. Það eru Reddit. Ég er ekki búinn. Mér finnst bara gott að leggja upp í rúmi með börnum sem ég á ekki. Þetta var Michael Jackson í alveg. Ég er svo anti Michael Jackson. Þannig að gera bara klippu þar sem segir þetta og ekki meira. Ég er bara anti Michael Jackson. Það er bara hann er, veist, konungur popsins. Hann gerir fullt af flottu lögum en hann var deviant. Og það finna við að allir voru alveg bara oh my god, hann er búin að fara svo mikla lítraðgerðir. Daginn í dag allir eru bara alveg eins og hann í dag sko. Bara ekki ég og ekki við erum líka ekki, veist, Hollywood. Reddit, það var stofnað. Reddit, 2005. Reddit og YouTube á sama árinu. Já, ræðinda magnað. Reddit og YouTube. Það er stórt. Hafið þið farið á Reddit? Já. Hvað gerir maður á Reddit? Ég hef aldrei farið. Þetta er rosa umræðið þráður og eitthvað svona. Bara lesa sko. Ég til dæmis það er maður að skrifa og lesa. Count me out. Ég var bara að skoða bara síðast í gæri en það er bara því ég er í vandræðum heima með eitthvað fiskabúr. Það er ennþá í flöskunum minni. Þannig að ég fekk upplýsingar þar hvað þetta að gera. En allavega, mér langar að hoppa í skilnaðina. Þeir eru fáir, þetta er mjög stutt, engar áhyggjur. Brad Pitt og Jennifer Aniston skilja 2005. Hold your horses. I know. Ég man með þess að hvar ég var. Ég var að vinna og heyrði þetta í útvarpinu. Ég bara, no. Varstu bara síðan heyrði ég bara hann er að ríða Angelina Jolie og ég var bara ok, ég hef ekki á að gera Brad Pitt. Vel gert gaur. Þetta var svo huge. Þú veist, 2 fallegustu manneskur í heiminum og ótrúlega svipaðar áttu svo vel saman. Og svo kom vondan orðin og Brad Pitt fór að elda skaufan á sig. Já, basically sko. Eru bara kall með svona bara að það er litli heilin sem sumir eru þannig. Ekki þú, Birkir. Nei, ég veit það. En er ég eitthvað öðruvísi það? Munið, ég var að tala um áðan hann að Renée Zellweger giftist í 2005. Já.
Hún skildi líka 2005 Nei, hættu kjafti í alvöru Já, þau voru gift Hún var giftist Kenny Chesney Þannig að ég laug á hann því að hann væri nobody Hann samt nobody sko á Íslandi Country-stjarna En þau voru gift í 4 mánuði 2005 Pældi ég vera okkur bara Oh my god, ég elska það svo mikið Giftum okkur, giftum okkur 4 Oh my god, ég elska þig Og síðan næsta mánu, ég elska þess minna Og síðan 3. mánu Við byrjar að hata þig Við erum að tala um Förum í ráðgjöf Við erum að tala um Þau þoldu hvort annað í 120 daga eftir giftingu Fucking hell Það eitthvað Þetta ástæðan okkur í gifti mikið One way down Kenny Chesney bara, þú ert alltaf að geta sítrónur henni Can't kiss you or nothing Þú ert svo súr En þetta voru allir skilnaðarnir sem voru svona eitthvað verðt að Í alvöru Herðu, að ég segja ykkur Hvað mistur þau? Misti Sjálfsverðinguna Ég ætla að vera að segja þetta Herðu The Office Bandaríska Þetta er með mínum uppáðastáttum, ég elska þess að þetta sko. Fyrir utan fyrstu seríu Það er svona Já, ég er búin að horfa á alla seríunar oftar en einu sinni allavega 2 ár Sumt 3 ár Hvort finnst þið betri, breska eða Bandaríska Ég er alveg sammála því Ég fíla alveg breskan húmor, ég fíla alveg Ricky Gervais Mér fannst bara bandaríska ná miklu meiri hæðum Karakterarnir voru bara betri Já, það er bara þannig Þetta er þeir gerðu fyrstu seríuna bara svipaði eins og bresku og það var bara ekkert að virka með þessa karaktera Nei, nákvæmlega og sá, hvað heitir hann, aðalekarinn hann Steve Carell Já, thank you Í fyrstu seríu, sjáu hvað hann Þunnhærður Já Sér allt eru bara í season 2 bara stíkt á hann Hann fekk vel borgað fyrir fyrstu seríu Eittu þess að rétta staði Hörru, veitir hvað var líka fremsýnd? Hvað? Grey's Anatomy Það sko, fyrstu 3-4 seríur það er bara mjög góða Ég er sammála þarna sko. Svo allt í einu var þetta eitthvað það mest vók kjaftaði og væl Herðu, ég hef aldrei séð jafn mikið af læknum sem væla mig jafn mikið yfir fólki sem þau þekk ekki Já, nákvæmlega Já, ég bara náði ekki að bjarga nefn Ég bara horfði ekki á það Kannski er þetta svona í alvöru en ég veit það ekki Flesti læknar sem ég hef hitt eru bara soulless Já, nei, þau bara setja bara konu vörn sko. Já, fattur mig en reyndar, það væri mjög leiðilegt að horfa á þess að þætti bara, he died Next one Do you need a taxi? Já, bara svona en þetta eru, hvað eru komin mikið af seríum nú af Grey's Anatomy 17. sería Pældi því, 17 fucking seríur Hún var geðveikt ung og sæt Núna er hún bara komin á eftirlaun Ekki bótóks í klassu eða? Jú, á eftirlaunum Ok En hún gerir ekkert annað heldur en þetta Hún er búin að segja nei takk við öllu öðru og bjóða henni fullt af hlutverkum Hún bara, nei, ég er bara móðir og þetta er bara nóg fyrir mig Og mér sniðut sko I hate money Ég myndi reynda að gera þetta sama sko I'm a dad Herðu, kvikmyndin Wedding Crashers Hún er góð Er það? Já, hún er góð Er það? Já Það voru fullt af brjóstum í myndinni sko, ég skil akkur þér finnst hún góð sko. Mér finnst hún góð Býtu, eru fullt af brjóstum í myndinni? Já, í ákveðinni útgáfu ok Nei, þú veist, hvað dóna sko, Wedding Crashers dóna síður þetta Wedding Crashers, sem er svo geggjum Wedding Crashers er það að Isla Fisher er yndislega geðsjúklingur í þessari mynd hún er æðislega í þessari mynd og hún var náttúrulega gift Mr. Borat Sacha Baron Cohen og Jane Seymour sem leitt Dr. Quinn hún er bara pervert í þessari mynd það er ógeðslega fyndið hún er ógeðslega heit í þessari mynd ógeðslega heit líka Bradley Cooper var hann í henni? Hann er í henni Já, hann leikur Teindarssonin Fáiðan hann er að tala um The Seal Já Þetta er góð mynd, skoðurstu Þetta ok, hún reyfast upp sem góð mynd Ég hef aldrei séð þessa dónamynd sem Þröstu fekk eitthvað X-rated útgáfu Þegar þeir byrja sko, þegar öll klipp sem koma það sem þeir eru að hoppa í brúköpunum og Já það enda er alltaf með einhverju dömum upp í bóli sko
The Bridesmaids. Þá eru þær bara með, það er alltaf verið að kasta konunum í rúmið sko, og þá eru þær bara alveg rétt, ég man það núna. Djöfusins druslur, gaurarnir sko. Gaurarnir, já. Ekki þessar gellur, það eru bara að njóta sín. Það eru bara að hafa gaman. Já, pældu í því satt að fara bara, við þrír erum að fara í brúðkaup í dag. En svo líka og hver að gifta sig? Við vitum það ekki, við ætlum bara að fara þarna og við ætlum að fucking ríða einhverjum gellum saklust, en svo með ekki gleyma innlægi Will Ferrell í þessari mynd. Já, hann er the OG svo sem kendi þeim þetta sko. Mamma! Alltaf skamma mömmu sína. Býrja mömmu sína fyrtugur sko. Gekka. Það var svipað þess að ég var þegar ég var 20 að drikja. Mamma! Samlagu! Will Ferrell er náttúrulega alltaf sami karakterin í öllum Já, ég veit, og hann gerir það svo vel. Já, hann gerir þetta fínt sko. Já, minnst hann aðeins. Herðu, á ég hlaupi yfir hverju dóu. Bring us down, man. Tökum down er hann og pikkum okkur upp aftur. In memoriam. Daddy, cue the music. Já, gerðu það. Ok, ég seti eitthvað setlag. Ok. Johnny Carson, sem var Jay Leno, áður en Jay Leno var Jay Leno. Þú veist, hann var með Tonight Show og Jay Leno. Sem Jimmy Fallon er með þáttinn í dag. Já. Johnny Carson var the OG, hann var original. Hann dó 2005. Hunter S. Thompson. Herðu, hann var skotinn. Hann skaut sig. Já, ok. Hann var ekki skotinn, hann skaut sig. Nei, það sem ég ætlaði að segja var að Johnny Depp skaut honum úr fallbyssu. Jaha. Já, leif honum. Hann brenda fyrst og síðan skaut honum. Þeir sem að tengja ekki að ef þið hafa ekki séð Fear and Loathing in Las Vegas þá þurfa að kíkja á hana. Þetta er svona, það þekki maður nafnið Hunter S. Thompson. John DeLorean lést þarna, þið með geta hvað hann gerði. Hann hafði bíl. Hann hafði bíl. Back to the Future. Hver eru líkurnar? Já, hann heitir Samu bíllinn, það er ótrúlega. Jón Páll Pái eða John Paul Pope. Hann dó 2. apríl. Það var næsti aprílgap. Það munna degi. Ann Bancroft, hún var einu svona vinsæl fræðleikona. Hún dó hana. Luther Vandross, stórsöngvari. Hann var mjög fræður 91. Í hvað hljómsveit? Hann var sólóisti. Rosa Parks, frumkvöld í mannréttindabaráttu. Já. Back of the Bus. Hún dó hann 92 ára. Og svo Richard Pryor. Hún Nei, ok. Og svo Richard Pryor. Okay. Gott innlegg, Birkir. Þetta voru svona þeir sem að dói sem var svona eitthvað merkilegir. Já, það var eiginlega mest sé eftir Richard Pryor þarna. Já, maður geggja fyndin gæði. Hann þorði öllu. Hann myndi ekki hlusta á þetta woke shit í dag. Ekki séns. Hann tækið og pakkaði saman. Hann og Gene Wilder. Já. Þeir myndu bara, þú veist, ekki í lagi með nútíman, sko. Þeir voru heldur góðir, sko. Reykjulega góðir. Yeah, baby. Meðan þú varst að bring us down, það ætla ég líka að gera áður en við förum að pick up. Meira bring down? Já. Fuck, ok. Hurricane Katrina. Já, það var 2005, ég er með þetta líka held ég. 1836. Já, ég er með hérna sko ítalegt að þetta myndaðist yfir Bahama-eyjum. Já. Laði svo New Orleans í rúst og drap 1836 manns. Já. Og það tók hvað? 6 eða 8 daga þess að koma hjálpagögnum á staðinn. Já. Innanlands og þau voru í kannski er þetta svona, kannski eru New Orleans svona aðgengilega eins og Seyðisfjörður þegar þau voru með þau voru hérna í íþróttahúsinu. Já. Og það var eitthvað hvað heitir þetta, svona í sjónvarpinu. Þau voru safna peningum og eitthvað. Og þetta er eitt af því munið þegar Mike Myers og Kanye West. Kanye West sagði hann forsetinn hata black people hliðin á Mike Myers. Hann segir þetta í beinni sko. Og þetta er ástæðan okkur Mike Myers bara datt niður sko. Wow. Sko, hann sagði ekki neitt. Lífið til Kanye að skemma allt. Við að bara bring us down. Ég vil ekki fá þetta. Herru, ég var bring us up. Já. Herru, bestu kvikmyndirnar. Já. Á þessu ári. Wedding Crashers. Nei, ég hafði hann ekki. Hún er ekki á listan top 10. Hvað er með top 10? Herru, númer 10, Walk the Line. Já, Johnny Cash. Já, hún geggið.
Joaquin Phoenix mjög góð Reese Witherspoon alveg klikka flott í myndinni sko. Mér fannst það góð sko. Númer 9 Já. Squid at the Nile. What the fuck is that? Squid at the Nile. Já. Aldrei heyrst hana. Af hverju ertu þá að segja þetta? Segja það? Nei, ég gerði bara top 10 sko, veist. Googlaði top 10 listan, veist, bestu myndin. Googlaði ekki hvað þetta var. Nei. Það var engin séð þessa mynd, þannig að skipta. Let's move on. Já. Capote. Já. Mér varst hún ekki góð. Nei. Ég horfði ekki á hana sko. Veist, þetta er ekki minn listi sko. Nei, ég veit, við heyrum það á síðustu mynd. Já, okay. Er það? Squid at the Nile. Já, það er. Herru, Sin City. Hún var flott. Það var svona frumkvöðla mynd. Jessica Alba. Þegar hún var að dansa. Bruce Willis minn, hann var flottur í Já, sko, góð mynd sko. Elijah Wood, Ídlasvalur sko. Ídlasvalur. Svo fyndið sko, veist, hérna Bruce Willis er sko, hérna krössið hjá konunum minni sko. Æ. hún elskar dicks. Ha. Nei. Svona fávita dicks. TikTok-vídeó. Nei. Hún elskar fávita dicks. Fuck. Oh my god. Þetta sko Oh my god, þetta er það besta sem þú sett í þessu þætti. Oh my god, nei. Kona mín elskar þig. Oh my god. Ég ætla að búa til limmið að þú setja aftur á bíliðin. Kona mín elskar dicks. Oh my god. Það var ekki meitt. Oh my god. Þetta var stórkostlegt. Vá, þetta er ekki. Jesus Christ. Okay, moving on. Það er svo heitt inninni. Ég heitt inninni. Elskar veist fávita. Já, ég skil. Oh my god, ég trú ekki að ég hafa sagt þetta. Oh my god. Ég ætla að senda þér skilabóð. Þetta er Birki og það sem er að þú elskar þig. Shit, nefnir please ekki, veist. Oh my god. Fuck. Þetta er svo stórkostlegt. Ok, moving on. My god. Hvað, ég ætla að segja. Við vorum að klára Sin City. Já, Bruce Willis. Ok. Crush. Oh my god. Hún elskar dicks. Það er Batman Begins. Já, ok. Það var toppmynd þetta árið. Já, hún er sjötta seti. Where is he? Where is he? Christian Bale, mér finnst það ömuleg Batman. Mér finnst það hræðileg. Hann er ekki góðu Batman, fyrst mér, sko. This town is full of people. Veist, líka pældi þurfa að vera að segja þetta. Þetta er svo ömuleg rödd sem maður notar í þetta, sko. Veist, breyti bara rödd. Where is he? I don't know. Það er 40-year-old virgin. Hún er geggjuð. Maður. Hún er æðisleg. Þegar hann fer í vaxið, maður. Já, og það var alvöru. Það var alvöru. Já, það er að finna þetta, sko. Sjöð þarf ég að drekka eftir þetta. Já, hún er góð. 40-year-old virgin. Hún er alveg svona mjög skemmtileg, sko. Brandararnir í henni myndi aldrei vera. Það var aldrei hægt í dag út af. Það er hægt, það bara þorið enginn. Nei, veist. Af því að þetta móka þennan. Veist hérna, ógeðslega fyndið aðrið þegar, veist, gaurarnir tveir. Do you know I know you're gay? Veist hérna. Já. Þetta með, veist. Paul Rudd og Seth Rogen. Það er fullt af kallmennir sem gerir þetta. En, nei, við meðum ekki sína þetta. Við meðum ekki segja þetta með, veist, við erum bara fýblast, sko. Já, fólk skilur það ekki. Fólk þarf að sýnast á netinu að vera gott. Sýnast það. Good night, good luck. Já, ég sá hann held ekki. Er ekki George Clooney held ég? Jú, fyrsta myndina sem hann var leikstýra. Ég man eftir coverinu en ég held ég aldrei sé þessa mynd. Nei, horfði ekki á hann. Þetta var ekkit gott kvikmyndar á, sko. Nei. Ekki svona. Nú er Wedding Crashers farin að líta ansi vel út. Brokeback Mountain. Uppáhaldsmyndina staða. Aldrei séð hana. Don't try it, man. Sko, konu mín horfði á hana og ég horfði svona part úr henni.
mikið ofbóðslega var hún langdregin og leiðileg. Já, mér finnst Ang Lee bara leiðilegur. Já, ég samanlega. Mér finnst það ógeðslega boring leikstjóri. Já, en veist flott ástamynd, sko. Já, ég meina Heath Ledger er legend. Mér finnst er hægt að hafa, veist, heitari gauðra? Nei. Mér finnst flest sem tveir gauðra geggja, mér finnst flest sem Jake Gyllenhaal skemmtilegt, sko, en ég hef ekki séð þessa mynd, ég verði að veikina því ég veit bara hvernig hún er og ég veit bara hún höfður ekki til mín. Já, hvor er Big Spoon hann, sko? Örugglega Heath, ég veit það ekki. Aha, hann var meiri kallmaður. Reyndar. Wish I knew how to quit you. Oh my god. Hún er nummer 3, sko. Okay. Munich. Sáðu það hana? Já, ég sé hana, já. Hana Olympíu. Já, mér finnst hún ekkert. Hérna, disasterin. Er ekki Erik Bana í henni? Já. Já, mér finnst hún ekkert sérstök. Hérna sko. þegar þeir, hérna var tekið Hryðjuverkin? Já. Ólympíuleikunum. Það sá hann ekki, sko. Og History of Violence, nummer 1. History of Violence, ég ekki sé hana, held ég. Hún á að vera rosa góð, sko. Já, ekki sé hana. En, veist, hei, þessuna erum við að fara Yfir árið, já. Yfir árið. Já. Sko, ástæðan fyrir við förum veist, yfir árin, við tökum random ár og pikkum hvort það er gott eða slæmt, sko. Já. Heru, þetta var rosa lítið spennandi kvikmynd ár. En þættin eru góðir, sko. Það var þá strax? Nei. Ég ætla að fara aðeins yfir hérna, ég með hérna fleira sem gerðist 2005. Yasser Arafat, hann missi stjórnartöfin í Palestínu. Nei, Jú. Í alvöru. Ég veit ekki hvort það var gott eða vont, ég er ekki það mikið inn í þessu. Hvað eru líkurnar að missa? Nei, það ég ekki allir. Herru, Kanada verið 4. landi í heiminum til að leyfa giftinga samkynhneigðra. Ok. Það er, já. Það er plus. Það er plus. Þetta í 2005. 2005, sko. 4. landið. Já. Veist, þetta er ekki þróaðara heldur en þetta. Hvar eru við á listanum? Ég veit það ekki, ég gaf ekki. Nei, okay. Birkir, eitt fyrir þig. U2 fær inngöngu í Rock'n'Roll Hall of Fame. Það var fucking mikið. Já, 2005. Já. Það verður bara komið þarna 89. Já. Svo er ég með þarna Live 8 tónleikarnir fóru fram í París, Róm, Kanada, Englandi, Þýskalandi, Suður-Afríku, Rússlandi og Bandaríkjunum á sama tíma. Já. Mörg stór mismunandi tónlistafólkun húsittir að spila. Það var svolítið huge. Það var mjög stórt. Var það starra heldur en 84? Live 8. Þetta var 89, hvort var það? Þetta var stærra þýlutinu til að bara miklu fleiri tónlistamenn og miklu fleiri staðir. Já. Náttúrulega í gamla dag var þetta var ekki bara einn stað, einu stað. En þeir höfðu Queen. Þeir höfðu Queen. Já. Það er geggja sjó. Já, þetta er svona eins og The Avengers. We have a Hulk. We have a Hulk. Svo með hérna Spánverjar samþýttu líka á þessu ári að lifa samkynni hjónabönd. Það var setna árinu, þeir voru nummer 5 eða 6 eða eitthvað. Svo verða hryðjuverkasprengingar í almenningssamgöngum í London þegar allir farið til vinnu. 42 degi og 700 slasast. Var þetta ekki 4 sprengjur? Þetta var nokkrar sprengjur. Þetta voru nokkrar. Mér minnir að þetta var 4 sprengjur. Já. Og þau kallið þetta eitthvað 7 eitthvað. Þetta er þeirra 9/11, sko. Já, ég man ekki hvað hérna 7-11? 7-11. Anskotir maður. En þú veist ekkert mikið meira sem ég með sem gerir þetta ár nema bara fleiri hryðjuverkaárásir og meira downers. Ok, Norður Kórea játnaði að eiga kjarnavopn. Var það eitthvað spurning? Yes, en þeir játuðu það. Það játuðu það, já. Þeir voru alveg bara já, við eigum þetta. Þetta var, ég náðum mjög vel. Þetta er alveg svo gæinn, sko. Herri, ég er bara með 30 viðbót, sko. Já. Herri, It's Always Sunny. Já. Það var frumsýnt. Ég elska þess að þetta, sko. Fokk hvað þetta eru leiðilega þættir. Nei, þeir eru svo sjúklega leiðilega þættir. Þeir eru svo wrong. Nei, ég veit okkur. Þú ert bara búin að sjá fyrstu seríu, það ekki? Jú. Já, ekki, sko, svo batnar þetta, batnar. Og verður alltaf betra og betra. Danny DeVito í þessum þáttum verður æðislegasti karakter í þessu sjónvarpi. Já, ég sé nefnilega klippur á honum. Já. En mér finnst sko aðdragandur svo langur að hann kom inn, gera eitthvað stórkostlegt. Sko, fyrsta serían var bara, hún var alveg skelfileg. Fyrsta serían var náttúrulega bara basically kostuð af þessum 3 aðaleikurum. Já, okay. 4. Já, hún kom inn í aukalega hérna. Hún var þarna í fyrstu. Já, hún var í fyrstu, en hún var ráðin. Þetta er þeirra barn, en þeir réðu hana inn. Þetta er eiginkona í dag, ekki þá. Þau byrjuðu saman sko í annarri seríu eða eitthvað. Já, en ég myndi bara byrja að horfa á 5. seríu.
Já, ángríns þetta verður svo fucking fyndið og ógæðsla þetta er svo wrong oft þú veist, það er svo margir þættir sem að maður er bara svona, það er alveg að taka þetta fyrir svo gera það svo fucking fyndið þeir tóku blackface já, og allir hlóu meðan allir aðrir voru cancelled ógæðslega fyndið sko, þetta er bara, ég elskast að þetta er bara geðveikt sko. Herðu, Xbox 360 kom á markaðin ok þeir bara ekki búin að ná yfir höndunni en þá nei, ekki þá þeir eru reyna þeir eru reyndar sko þeir eru næstu neck to neck held ég í Bandaríkjunum við PlayStation Xbox er astnalega vinsælt í Bandaríkjunum sko já, veist náttúrulega Bandaríkjunum er the world já, fyrir ekki fína tölur og allt það en þetta er ekkert PlayStation nei, þú veist, ég hef átt Xbox ég keypti mér Xbox 2011 og hafði átt PlayStation áður og eitthvað en þú veist, ég kom aftur í PlayStation sko mér finnst bara fjárstæringur og skrítin það er öðru í sig sko en þú veist það er einhver stund að læra á það en ég er meiri PlayStation maður já, með hvað svona ljótur brandar í hausin á mér neðu þú sagðir að læra fjárstæringu já ok interesting klippti þetta bara út sko ok sorry herru, senasta já. aðal atriði sem gerðist með að hætta stöðu nei, tjók hættan? Nei, ég veit að líka hættir ég er bara byrla herru Tom Cruise hoppaði á sófan já, óbröð, var það 2005? I love her ég elskar það svo mikið strákaði, í alvöru Katie Holmes sat örgulega bak sér og var bara hvað minn alveg þetta fíbl þú veist þetta var svo klikka þetta var svo geðbilað I'm so in love, I'm jumping on your couch Oprah woo hann alltaf sko, hefur verið að upplifa hann eitthvað rosalega mikla tilfinningar bara hann var í maníu maðurinn sko. já. Ég hoppa alltaf í sófanum heima ég elskar svo mikið alltaf á mótmanna klukkan 7 Þórir ég elskar þig og þú elskar Dix surprise I have one herðu, ég er með leik á okkur maður ef ekki lókum svo leik Jó, lókum svo leik ég ætla að sjá hversu hip og cool þið eruð ég er hip og cool, ég vann ok segir gaurinn í turtleneckinu sko herru, við ætlum að fara í Gen Z slangur Gen Z alright ok, ég ætla að cue the music herru, ég ætla að útskýra fyrir mér hvað þessi orð eða setningar þýða ok hvað þetta táknar í hjá Gen Z ok ég á úling svo ég ætti að vita þetta byrja kannski auðvelt, ég veit það ekki já, þú ert líka með úling þið eru báðað með úlinga sko herðu, hvað er glow up? herðu, það er eitthvað já, Birkir, þið eru að rétt upp höndi á fyrir ekki þrösturlega what just happened ertu með penna? rétt með penna þröstur hérna úr hérna, ég teg bara hana þá getur fylgst með stigunum ég hef alltaf verið svo lélegur að fylgst með stigunum hver vann? penni var réttur þú veist þetta, við höfum spilað leiki bara hver vann? ég veit það ekki en hvað segir þið, hvað svarið þið? glow up, þegar þú verður hérna fallegri í dag heldur þú varst í gamla dag já, rétt herðu, hvað er a stan? þú er svo mikil stan réttu pönd til að svara réttu pönd til að svara stan já, hvað er að vera stan? úr drappari wrong, þú veist þú vilja reyna já sko, annarkvort getur þú verið Daido eða Stan what the fuck ok, það er engin með þetta nei, okay. a stan ég held að varu bara vil ég vita hvað a stan er? já. það er blanda af stalker og fan nú, stalker fan og eru unga fólki bara Stan er þessi maður já maður heyrðu, hvað er a W eða a dub? Birkir? ég win það er rétt Þröstu, þú verður að stækka á hérna já, ég veistu það, ég skil ekki hvað þú ert að segja ok, þú þarft að tala meira þú þarft að tala meira af úrleikinu á heimilinu herru, hvað er þetta er svo dank þetta er ömulegt nei, lélegt ekki rétt þetta er dank þetta er svo dank þetta er svo dank að lame nei, what? þú ert að segja saman Þröstur já, bara á ensku dank er eitthvað sem er frábært eða mikið í tísku eða amazing akkur sagður þetta þá eins og þetta væri lélegt ég var að segja þetta svo úlingur sorry good, þetta er svo dank já. er það frábært?
Þetta er eins og þegar við segjum kynlíf kynlíf Herru, hvað ef eitthvað er Tjúki maður, þetta er svo tjúki Veistu það, ég botna ekkert í þessum Það botnar ekki neitt í þessu sko Já, Tjúki Ef eitthvað er djúgi Hvað er tjúki? Djúgi Þetta er svo tjúki Herru Þröstur er svo lost Ég gjössa út á þekju þetta Eitthvað sem er djúgi Tjúki Herru, það er svona riz Ég veit ekki maður Ég veit ekki flott Nei, flott segir hann Ég ætla að segja, þetta er svo tjúki Töff Þetta er cool Já Þetta er átökum báðum What? Þetta er eitthvað sem er ekki flott í tísku Þetta er svona kinda lame sko Þetta er svo tjúki maður Er þetta djúgi maður? Tjúki Já, djúgi Mitt Herru, það er platt með Green Day fíblið Herru Ef eitthvað er camp Þetta er camp Flott Þetta er eins og heima Nei, ég veit það ekki Hlýtur að vera flott Getur útskipta betur, getur defina þetta betur Tjóðlega Þetta er gott, flott Flaska hérna Þetta er gott flott Sko, ég ætla að gefa þér hálft stig What? Þetta er eitthvað sem er Ég er að vinna Þú ert svo að vinna I'm þetta winning Eitt og hálft stig Þetta er eitthvað sem er hallarislegt En samt töff Það er ekki nóg að segja Þetta er ágætlega flott Já, þetta er ágætlega flott Þetta er camp Þetta er camp okay. Ég ætla að fara heim Þegar ég fyrir heima eftir þá ætla ég að prófa nokkur Tröstu, kemur að leið Herru, þetta er W Þetta er camp Já, þetta er tjúki maður Já, maður Herru, næsta er auðvelt Af því að Gen Z halda þau að uppgöta þetta En þetta er búið að vera around since the 60s eða eitthvað Leð mér að kjóða Cool Nei Þau verða að fljóta rétt upp hendur Þau eru tilbúin að hennar Ghosting Já, Birkir undan Að hunds einhver Já Og Gen Z heldur að þetta sé þeirra Í alveg Hann var náttúrulega komið með hendinu upp sko áður nú spurningum Nei Kíkt á vídeoðu vinur An instant replay En ef að ghosting er þetta Hvað er zombieing? Zombieing? Já, hendur upp í loft í minni Já, Þröstur Þú eyðir honum algjörlega út úr símanum Nei, blokkar hann Rand, hvað sér? Blokkar hann Nei Hæ? Þetta er að ghosta einhvern í x tíma en koma svo aftur Þetta er svo lame sko Þetta er svo lame Herru, fuck þetta næsta eigið að geta Ok, oh my god Þetta er cap Þetta er aðeinslegt Nei, Þetta er flott nei Hæ? Cap, Já? líi No cap, Hæ? no cap Er cap líi? Já This is cap En ég skrifa hérna hjá mér að cap er vist ekki hip og cool lengur Það er ekki tjúki Það er leiðin út Cap er tjúki, þeir heyrðu það fyrst hér Það segja krakkarnar á netinu Hlustuði vel Gen Z núna Herru, það eru 3 eftir Já Simp Já, Þröstur Sympathizer Þú mátt ekki vera svona Íslenska orðið að yfir Þetta er tekið af sympathizer Þú Ég veit ekki íslenska orðið Ránt Birkir Ekki nógu gott svar Nei, ég veit það Birkir, hvað er simp? Samúð Nei. Þetta er ekki vera svo mikið auðmikið Nei. Þetta er aðili sem gerir of mikið fyrir manneskinu sem hann er skotin í What? Þetta er svona friendzone típa held ég Eins og ég er með konunni minni Herru, næsta Birkir Já Ef þú getur ekki næsta þá ertu engu tengslum við sonin Hæ, fokka þér hana Bring it on Ég er ekki komið með neitt stig Þú ert ekki komið neitt stig Þú ert líka engu sambandi við Herru, drip Já Þetta er flott föt Já Boom Eða bara eitthvað sem er cool I'm drippin'. Þetta er bara cool, skilur Þetta er flott Herru, síðasta Já Bet Já Öruglega, 100% Já, ég ætla að veðja á þetta Nei, þetta er réttið þresti En ég ætla að segja hérna, þetta er Black Entertainment Television Það er það sko En krakkandi nota þetta fyrir
You bet You bet En nú segir það ekki you bet, þú segir bara bet Þannig að já, þannig að Gen Z mun vera ástæð þess að tungumál deyja út og verða useless. Það bara greinlegt að börnin tala sko, börnin mín segja ekki þessi orð við mig. Nei, en það þetta ógeðslega kjánlegt og hallarslegt eða camp og tjúki Næsti þáttur Það var kynlíf boy Allt sem kemur við kynlíf Ertu bara að leggja þetta upp svona núna bara? Já maður Ok, shit Stay tuned Bye